Þrotabú gamla Kaupþings hefur samið við nærri 50 fyrrverandi starfsmenn bankans vegna lána sem þeim fengu á sínum tíma til að kaupa hlutabréf í bankanum. Tugur mála er fyrir dómstólum og 6 hafa þegar verið dæmdir til að endurgreiða lánin. Rétt áður en gamla Kaupþing féll haustið 2008 ákvað stjórnin að aflétta persónulegum ábyrgðum af lánum sem lykilstarfsmenn höfðu fengið til að kaupa hlutabréf í bankanum. Samtals voru þetta rúmir 30 milljarðar. Slitastjórnin samdi við nærri 50 manns en fór síðan í mál til að fá afgangnum rift og 7. dómurinn var kveðinn upp í héraði í dag. Magnús Guðmundsson, fyrrverandi bankastjóri Kaupþings í Luxemborg, var dæmdur til að borga þrotabúinu 717 milljónir króna pluss vexti. Magnús er sá háttsettasti sem hefur verið dæmdur til að greiða til baka þessi svokölluðu starfsmannalán. Samtals hafa búinu verið dæmdur meira en 4 milljarðar í 6 málum. Tugur mála er enn í gangi. En þar með er ekki öll sagan sögð. Jafnvel þó dómur fáist er ekki víst að mennirnir geti borgað búinu. Héraðsdómur staðfesti í morgun kyrrsetningu á 15 hlut Magnúsar Guðmundssonar í félaginu Hvítstöðum ehf. Það á nokkra jarðir en skuldar meira en milljarð. Meðeigendur Magnúsar eru nokkrir af æðstu stjórnendum gamla Kaupþings. Þrotabúið hefur farið fram á og fengið kyrrsetningu á eignum þeirra hvar sem þær finnast og búið hefur kyrrsett eignarhluti allra 5 í Hvítstöðum. Flestir þessir fyrrverandi yfirmenn bankans búa nú annaðhvort í Bretlandi eða í Luxemborg. Staðfesti Hæstiréttur hér dómana sem hingað til hafa fallið í héraði verða þeir aðfararhæfir í öðrum löndum. Samkvæmt heimildum fréttastofu horfir slitastjórnin bæði til eigna hér á landi til að taka upp í skuldirnar en líka til eigna sem þessir menn kunna hugsanlega að eiga í útlöndum. Jólasteik